Góðan dag og velkomin til þessa sveitarstjórnarfundar sem 13. fundur sveitarstjórnar Múlaþings, haldinn á Hótel Framtíð 9. júní 2021. Fundurinn hér með settur. Á dagskrá okkar í dag eru 30 liðir og það ekki eftir neinu að bíða. Liður 1, ofanflóðavarnir undir Bjólfi á Seyðisfirði, verkhönnun. Fyrir liggur tillaga frá framkvæmdasýslu ríkisins dagsett 2.7.2021 að töku tilboðs í útboð númer 21438 ofanflóðavarnir á Seyðisfirði, Aldan og Bakkahverfi, fornleifagröftur og eftirfarandi tillaga liggur frammi að tillögu framkvæmdasýslu ríkisins samþykki sveitarstjórn Múlaþings að tilboðið Antíqua ehf. Í verkið að fjárhæð 198.462.000 verði tekið. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjör svo vel. Forseti, góðir fundarmenn og konur. Ég sem flesti vita miðaldra gráhærður karlmaður og kannski ég bara svona gamall í hettinu og bara skil ekki nútímann en sko þegar ég sá þetta fyrst og sá upphæðina þá ég já, ok, það verið að fara þarna í garðinu. Svo las ég mér nú betur til og sá að þetta eru fornleifarannsóknir eingöngu. Og ég verð bara að segja það, mér blöskrar upphæðin sem á að fara í það að velta þarna við hverjum stein í fornleifagröftur. Og ætla að sé ekki einhver annað eins næsta sumar, ég veit það ekki en ég vil bara ljá mála það sko. Þetta eru að vísu peningar ríkisins að vantar naðmegnum til en þeir koma á sömu vössum Jóns og Gunnu og þetta orðið, mér finnst sko þetta í þessu blessaða hlutafélagi okkar hvað orðið erfitt og þungt að koma hlutum í gegn. Þetta á að fara, í þessu tilfelli á að fara að byggja snjóflóðagarða og það ekki hægt að byrja fyrir að búið að eyða nánast 200 milljónum í fornleifarannsóknir. Ég hef aldrei heyrt að þetta svæði væri mjög mikilvægt fornleifalega séð. Öðruglega þarf að velta einhverju þarna við sko en tvær og hæstalagi 20 milljónir, 200 milljónir, nei. Og mér finnst það svo, ég bara vil koma hérna þessari skoðun mín á framfæri. Hún kannski gamaldags, ég veit það ekki, en þetta virðist vera svona. Við erum að sjá það þarf jafnvel skipulagsbreytingar til þess að plæja niður ljóslegar og svo framvegis að báknið orðið svolítið og ég eiginlega bara, mér finnst að falla undir þetta ágæta slagorð sko, báknið burt. Fornleifagröftur með 200 milljónir, ég eiginlega orðlaus og ætla bara að enda þetta þannig. Takk. Takk fyrir. Orðið laust undir þessum lið. Ætli enginn að kveða sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir. Biður orðið, gjörðu svo vel. Takk forseti og ágætu fundarmenn. Ég svona teka einhverju leyti undir það sem að Þröstur Jónsson kom hérna inn á að upphæðin býsna há. Mér fannst svona vanta í fundagögnin nánari útlistun á verkþáttum. Ef það eitthvað sem gæti upplýst mig hvað felst í þessari upphæð, 198 milljónir. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Spurning, hver getur brugðist við þessu ef einhver? Björn. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson. Forseti, gott fundarfólk. Já, sko nánari niðurbrot, ég svo sem ekki með það sko hér í höndunum en það svo sem aðgengilegt undir því gagnasafni sem vísað til
En eins og fram hefur komið hér þá snýr þetta fyrst og fremst að fornleifarannsóknum. En ég get líka bara kallað eftir frekari gögnum hvað þetta varðar og komið þeim til sveitarstjórnarfulltrúa. Þeim til upplýsingar. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki kveðið þessu hljóðs undir þessum lið. Þá liggur tillagan fyrir sem svohljóðandi að tillögu framkvæmdasýslu ríkisins samþykki sveitarstjórn Múlaþings að tilboði Antíqua ehf. Í verkið að fjárhæð 198.462.000 verði tekið. Þeir sem eru fylgjandi eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Einhver á móti? Það ekki. Þá þetta samþykkt. Vill einhver, færa til bókar að hann sitji hjá? Gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson gerir grein fyrir. Já, forseti, fundarmenn, ég ætla að gera grein fyrir því að ég ætla að sitja hjá. Ég vil ekki tefja þetta mikilvæga verk og ég er alls ekki reyna að tala það neitt niður sem slíkt að þetta er mjög mikilvægt verkefni snjóflóðavarnargarðar og ég vil ekki að þetta mál fornleifagröfturinn að tefji það þannig að þetta verður sjálfst að fá að velta við steinum hann fyrir 200 milljónir en í því ljósi ætla ég að sitja hjá. Takk fyrir þetta Þröstur. Það fært til bókar og Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi situr hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Þá erum við komin að lið 2, Djúpivogur, Innri Gleðivík, aðalskipulagsbreyting. Fyrir liggur bókum frá fundi umhverfis- og framkvæmdarnefndar Múlaþings dagsett 27. maí. Þar sem tillaga breyting á aðalskipulagi Djúpivogshrepps er samþykkt og vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu og eftirfarandi tillaga liggur fyrir. Sveitarstjórn Múlaþings er sammála afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdarráðs og samþykki fyrirliggjandi tillögu að breyting á aðalskipulagi Djúpivogshrepps 2008-2020 er snýr að stækkun athafnasvæðis við Háukletta. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og þá greiðum við atkvæði tillöguna. Þeir sem eru henni fylgjandi eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 3, aðalskipulagsbreyting vegna námu í Stafdal. Fyrir liggur bókum frá fundi umhverfis- og framkvæmdarráðs Múlaþings dagsett 2.7. varðandi breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar vegna námu í Stafdal og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdarráðs fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar vegna námu í Stafdal og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa breytinguna. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og þá berum við tillöguna undir atkvæði. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast beðnir að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 4, aðalskipulag, hafnarsvæði á Seyðisfirði, aðalskipulagsbreyting. Fyrir lá minnisblað skipulagsráðgjafa ásamt uppdrætti varðandi mögulega stækkun hafnarsvæðis á Seyðisfirði og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings er sammála þeim áherslum að framkoma í fyrirliggjandi minnisblaði og uppdrætti varðandi mögulega stækkun hafnarsvæðis á Seyðisfirði. Fyrir liggur að þörf er á auknu landrými fyrir hafnsækna starfsemi meðal annars á svæðinu og eru fyrirliggjandi tillögur til þess fallnar að bregðast við því. Sveitarstjórn Múlaþings felur starfsfólki umhverfis- og framkvæmdasviðs sveitarfélagsins að hefja vinnu við breytingu aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna og beinir því jafnframt til heimastjórnar Seyðisfjarðar að taka afstöðu til þess að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags samhliða. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágættir fundarmenn. Mér finnst þessar hugmyndir sem hafa komið fram mjög góðar og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að stækka leiruna og stækka landið sem er þarna fyrir eftir þær hamfarir sem að riðu yfir bæinn í desember. Mér langaði hins vegar að fá Björn Ingimar til að útskýra kannski betur fyrir okkur hver hugmyndin er með smábátahöfnina.
hvernig á hvert á að færa hana og hvernig sú uppbygging er hugsuð. Takk fyrir þetta, Hildur. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá að bregðast við þessari fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórisdóttur. Eins og þessi hugmynd er útfærð, þá er hún náttúrulega, ef ekki segja, þetta er svona tiltölulega gróf hugmynd að þessu, en samkvæmt þessu þá færi núverandi smábátahöfn í rauninni undir landfyllingu. Og þessi hugmyndin eins og henni er varpað fram þarna og sett á til vinnslu, þá gert ráð fyrir því að smábátahöfnin færist utar. Það hafa verið og munu eflaust koma upp í þessari vinnu ýmsar aðrar leiðir, menn hafa eins verið að velta fyrir sér að fara alveg handan fjarðar og ég þykist vita að það verður eitthvað sem mun fara inn í umræðuna. En þarna er verið að tala um að færa smábátahöfnina utar. Hún yrði þá ekkert, væri í rauninni bara hluti af hafnarsvæðinu, sem að ég held að væri mjög æskilegt ef að sú lending yrði möguleg. Ég held að væri mjög æskilegt. En ég á nú frekar vona á því að þegar að þessi vinna verði þetta samþykkt og þessi vinna fari í formlegt ferli, þá eigi þetta eftir að taka einhvernum breytingum. Ekki meira sinni. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Já, fundarstjóri, fundamenn og konur. Þetta finnst mér skemmtilega liður en fyrsti liðurinn og ég líst mjög vel á þessar tillögur og bara vildi aðeins svona, eins og sumir segja svona fabúlera þessa hluti vegna þess að það þarf væntanlega þá efni til þess að fylla þarna af, þarna er djúpt. Og það hefur verið nefnt að þetta tengist í rauninni jarðgangagerðinni líka vegna þess að efnið liggur ekki á lausu þarna. En bara sérstaklega ég vildi bara nefna í því sambandi, það hefur verið svo umræða og fabuleringar það að ná jarðvægastaflanum niður sem er fyrir utan skriðusárið og það hefur komið fram að það er tæknilega mögulegt og ef ég skil rétt að það efni myndi henta í slíka uppfyllingu með öðru efni eins og úr jarðgöngunum. Þannig að maður er að sjá þarna hugsanlega samlegar áhrif af þessu öllu, það er að segja jarðgangagerð, uppfyllingu og hugsanlega þá að taka þannan jarðlagastafla sem er þarna sprunginn frá og margir óttast að komi niður einhvern tíðan í heilulagi og nota hann í uppfyllinguna vegna þess að, og ég nefni þetta sérstaklega vegna það er vitað með í svona uppfyllingar þá er dýrasti liðurinn, það er efnisflutningar og þarna eru haugmanntökin vegna þess að þetta er alls ekki nokkru 20 metrar þarna út í uppfyllinguna úr þessum jarðlagastafla eftir að hann er komið niður. Þetta var svona ábæning en mér finnst það bara mjög skemmtilegt og uppbyggilegt að menn séu farin að velta fyrir sér þessari landfyllingu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs og þá berum við tillöguna upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast beðnir að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 5, umsókn framkvæmdaleyfi efnisnám í Múlaþingi. Þetta mál hefur áður verið afgreitt undir öðru málsnúmeri og er lagt fram til kynningar. En orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og þá höldum við áfram að lið 6, Seyðisfjörður, breyting á aðalskipulagi vegna Vesturvegar 4. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 2. júní
varandi breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar vegna Vesturvegar 4 og eftirfarandi tillaga liggur frammi að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að gert verði ráð fyrir 5 til 6 bílastæðum í tillögu að breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar vegna Vesturvegar 4 án þess að byggingarmagn lóða verði aukið. Skipulagsfulltrúa falið að auglýsa breytinguna. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs, þá berum við tillöguna undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 7, Hannesminni 2, tilkynningum framkvæmdir undanþegnar byggingarleyfi. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 19. maí varðandi fyrirhugað framkvæmd og verndarsvæði í byggð á Djúpavogi. Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að farið verði í fyrirhugaða framkvæmd við Hannesminni 2 á Djúpavogi, enda hefur verið og verður staðið að málum í samræmi við lög og reglur varðandi verndarsvæði í byggð. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs, þá berum við tillöguna undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast gefið merki. Einhverjir á móti, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 8, reglur Múlaþings garðslátt. Fyrir lágu staðfesta reglur Múlaþings garðslátt fyrir eldri borgar og öryrkja samþykktar af fjölskylduráði Múlaþings 27. maí og af umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings 2. júní 2021. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi að tillögu fjölskylduráðs og umhverfis- og framkvæmdaráðs staðfesti sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglur garðslátt fyrir eldri borgar og öryrkja í sveitarfélaginu og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að þær verði aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti og annað fundafólk. Mér sýnist, nema ég hafi rangt fyrir mér, að það séu ákveðin mistök að eiga sér stað varðandi þessar reglur. Og þá er ég kannski sérstaklega að vísa í að það stendur hér regla nr. 2 að umsækjandi hafi eingöngu tekjur vegna grunnlífeyris, svo sem örorkulífeyri eða ellilífeyri frá Tryggingastofnun. Og ég velti svona fyrir mér í því samhengi hvað ef að öryrki fær meðlag? Eru það ekki aðrar tekjur en eingöngu vegna grunnlífeyris? Eða ef að menn er með viðbótarlífeyrissparnað eða ef menn fá greiðslur bara úr lífeyrissjóði, ekki frá Tryggingastofnun og svo framvegis. Þannig eða ef menn fá barnalífeyri og þess áttar. Þannig að mér langaði nú bara svona aðeins að heyra og fabulera með það og fá svona við hvað er átt, vegna þess að það eru sárafáir eldri borgara sem nú orðið eru eingöngur með tekjur af þessu eins og ég skil orðið grunnlífeyrir. En svo er annað sem að mér langar nú jafnframt að benda á, vegna þess að mér finnst skrítið að þetta mál hafi ekki verið sent fyrir öldungaráð. Öldungaráð hefur ekki ennþá fundað og meira sé á sama fundi og fjölskylduráð tók þetta fyrir að þá var vísað máli í öldungaráð. Mér finnst þetta einmitt eiga heima þar. Og svo velti ég fyrir mér vegna þess að málið heitir reglur garðslátt, en hins vegar reglurnar sem liggja undir málinu eru reglur garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja. Það hefur verið svo háttur á Djúpavogi og Borgarfirði, ef ég hef mínar staðnir réttar, að þar hefur einkaaðili ekki verið að sinna garðslætti, þannig að sveitarfélagið hefur boðið þá þjónustu gegn gjaldi. Er verið að taka það af eða ekki? Það eru einkaaðilar sem sinna þess að Fljótsdalshéraði eða Egilsstöðum allavega á Seyðisfirði.
En svo gleymdi ég náttúrulega að segja að það er gaman að vera loksins komin á Djúpavog fund. Bara, hér ferskt og gott loft. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór, og ég nota tækifærið og býði velkomin á Djúpavog. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir, gjörðu svo vel. Forseti og annað fundarfólk, ég er ekki alveg sátt við þá breytingu sem að verið að gera á reglunum og tók nú þátt í umræðinni á fundi fjölskylduráðs. Það sem mér finnst bara svo dapurlegt, það er að við séum alltaf einhvern veginn að kroppa af og setja meiri kröfur og umræðan sem þar fór fram að það væri nú ekki eðlilegt að fólk í fullu fjöri sem væri kannski bara á Spáni ætti rétt á einhverjum garðslætti, þannig að það verður bara að passa upp á að enginn fái nú neitt nema hann sé algjörlega orðin örkumla. Mér líka ekki þessi viðhorf. Hér erum við að tala elsta fólkið í okkar samfélagi, fólkið sem að byggði upp þetta samfélag, fólk sem hefur borgað sína skatt og skyldur og er nú komið á þann stað í lífinu að geta farið að slaka á. Ef að það er garðsláttur fyrir eldri borgara sem að er íþyngjandi fyrir sveitarfélagið, ég held að það sé ýmislegt annað sem hægt væri einhvern veginn að skoða betur. Og mér langaði bara að koma upp og minnast á þetta. Mér líkar ekki, hvort sem við erum að horfa til öryrkja, ef við erum að horfa til barna og ungmenna, barnafólks, eldri borgara, hættum alltaf að horfa að það sé leiðin til þess að spara einhverjar krónur með því að skerða þjónustu og hagsæld þessa fólks, þessa íbúa sveitarfélagsins. Gerum bara vel, hugsum almennilega okkar fólk. Hér erum við alltaf að tala við þurfum að fá fólk til að flytja til okkar. Af hverju flytur fólk í sveitarfélagi? Það er ekki bara út af atvinnu. Það er út af því að fólk er að velja sér búsetu, þar sem því líður vel, þar sem að er heilsueflandi, þar sem að börnum líður vel, þar sem að gott aðgengi er að heilbrigðisþjónustu sem er hugsað vel eldri borgara. Það er það sem að manneskjur skoða þegar þau eru að huga að flutningi milli sveitarfélaga. Það er ekki bara hvaða vinnu fæ ég og hvað fæ ég mikið borgað, heldur það er allt lífið í kring og þetta er bara hluti af því að fá að eldast með reisn, fá að njóta ávaxtanna. Og ég vildi bara koma þessu á framfæri. Mér fannst þetta einhver viðhorf sem komu fram að allir þeir sem að þurfa á einhvers konar aðstoð að halda í sveitarfélaginu séu að reyna að einhvern veginn misnota aðstöðuna, að við þurfum að leggja mikið á okkur til að komast að því hvort viðkomandi í raunverulega rétt á þjónustunni. Mér bara leiðast þessi viðhorf. Við höfum mannkærleikann einhvern veginn frekar að leiðarljósi. Þetta kostar peninga, en þetta er ekki stóru upphæðirnar í samfélaginu okkar. Garðsláttur eldri borgara og öryrkja. Takk. Já, orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Forseti, ágæta fundafólk, ekki vissum að geti tekið kannski undir það að þarna verið mistök en vissulega bara gott að fá þessu umræðu. Jú, það hefði líklega átt að vísa þessu til öldungaráðs, en eins og kom fram þá hefur það ekki tekið til starfa ennþá, þannig að það hefði örugglega ekki náð að taka þetta til umfjöllunar fyrir þennan fund hjá okkur til dæmis, og það er nú komið inn í sumarið, þannig að þetta þarf að komast á hreint þessar reglur.
Ég minni líka á það að þetta var samþykkt einróma á fjölskylduráðsfundi. Þannig að og það getur vel verið þessi rétt að þetta sé ekki stóru peningarnir í þessu, en hins vegar komu leiðbeiningar frá félagsþjónustunni og þetta eru almenn viðmið félagsþjónustunnar, það er að segja ellilífeyris eða örorkumörk, og þarna kemur líka fram að verklag við þetta mat hjá félagsþjónustunni, og ef að viðkomandi með einhverjar tekjur annar staðar frá sem að hann á rétt á en samt sem áður á erfitt með að kosta sjálfur slátt, annarkvæmt að kaupa eða þá að sjá sjálfur, að þá það tekið inn í þetta mat og brugðist við því. Þó svo það sé formulega yfir þessum mörkum, en ef sýnt fram að það dugi ekki til að ná endur saman, þá það tekið mið af því. Kjarnarnir eiga margir hverjir erfitt með að sjá bara sín grænu svæði með þeirri mönnun sem þeir fá, þessi sumar krakkar eða vinnuskóli eða hverju nafni sem það heitir, að sinna þeim garðslætti sem þeim ber að sinna, og ef það ætti að fara að slá átamótist hjá öllum 67 ára og eldri, þá held ég að það væri bara hverjum kjarnar verið sig ofviða, mörgum tilfellum minnskosti. Þannig að ef fólk statt erlendis í fríum eða eitthvað, þá finnst mér ekki rétt að setja átamótist, láta bara sveitarfélagi sjá garðsláttunum með hann, af því það var nefnt hérna áðan. Þannig að það eru svona ýmsar, þetta aðeins kannski, þetta svona sambland af þeim reglum sem var fyrir í gömlu sveitarfélögunum og með fjölda, kannski fjöldin sem 3 skipti, kannski má eitthvað endurskoða það eftir sumarið, það getur vel verið. En þetta allavega svona fyrstu skrefin hvað þetta varðar og svona það sem við prófum í sumarið. Takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Forseti, góðir fundarmenn, varðandi þennan lið. Við erum náttúrulega stórt sveitafélag, Múlaþing, og við viljum gera vel, það ekki spurning, og fyrir alla eldri borgara. Nýverið þá fékk ég einmitt tölur það hversu margir eldri borgarar væru í sameiginlegu sveitafélagi, og það var styrkur sem var að sækja og nú man ég ekki alveg töluna, en ég held að hafi verið bara 860 eldri borgarar, og það sýnir okkur að eldri borgurum fjölgar mjög og við viljum gera vel, það ekki spurning, en það bara í grunninn að við náttúrulega verðum að forgangsraða, það bara þannig, við verðum að mæta þeim eldri borgurum sem þurfa þjónustu, en þeir sem eru hressir og hafa ég hef þá tilfinningu og ég hef verið í miklu samskipti við fólk að það fólk vill bara standa á eigin fótum eða það getur, en við viljum veita góða þjónustu við eldri borgara og við eigum að vera í góðu samtali við þá, og það þarf auðvitað að fara að taka þennan fyrsta fund öldungaráðs, ég steð það algjörlega, en varðandi þjónustu sem sveitarfélagi veitir, ég meina það þessi garðsláttur og félagsþjónustan í þessu, það varðandi heimsendan, mat, heimilisþrif og fleira, að það ekki nóg að verða bara 67 ára og þá fær maður allar þessi þjónustu, við stöndum bara ekki undir því, þannig að það fer fram samtal og það eru skoðaðar aðstæður, þannig að þessi aðferðafræði, hún viðhefst núna, semst varðandi heimsendan, mat, heimilisþrif og fleira, þannig að ég sé að þetta bara sama aðferðafræðin sem mjög mikilvæg að skoða aðstæður fólks og hún mismunandi, en auðvitað þarf að skoða þetta varðandi tekjuhliðina, það þarf náttúrulega að vera alveg á hreinu, þannig að það engar ítarlegar upplýsingar varðandi það, en í grunninn það þannig að með eldri borgara að við verðum að mæta þeim sem þurfa virkilega þjónustu, en það ekki gerlegt að mæta öllum með alla þessa þjónustu bara að það hafa náð aldri, við stöndum bara ekki undir því miður, en við verðum að mæta þeim sem þurfa að fá þjónustuna, það ekki spurning. Takk.
Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið er laust. Gjör svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson biður um orðið. Gjör svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Ég er í prinsippi bara ekkert á móti þessu fyrirkomulagi sem hér er lýst í reglunum, en hins vegar þegar það er bent á verklagið, sko, það er bara það sem ég hef ágjör af, því ég held að hugsunin sé alveg eins og ég held að hugsunin sé aðeins önnur en stendur í reglunum, því að verklagið er, sko, stendur hér skref 2, starfsmaður félagsþjónustu metur hvort umsækjandi eigi rétt á þjónustu og hann metur það eftir lögheimili, tekjum, heimilismenn og færni, og þegar að þessi starfsmaður þarf að meta, þá verður hann náttúrulega að horfa á reglurnar, hann hefur ekkert annað til þess að meta eftir að mínu mati. Og regla númer 2, þar stendur, afsaki ég endurtaki mig, en sko, umsækjandi hafi eingöngu tekjur vegna grunnlífeyris. Þannig að ég velti þá velti ég þessu bara aftur upp, sko, ef eldri borgari þiggur lífeyri frá Tryggingastofnun, fær síðan úr sínu tryggingasjóði, þá er hann komið með tekjur sem er ekki eingöngu þessi grunnlífeyrir, ef ég skil það, ef hann fær heimilishjálp, ef hann fær meðlag, ef hann fær, nú gleymdi ég bókinni, þannig ég man ekki öll dæmi sem ég var búinn að telja upp, en ég taldi þau nú einhver upp á þann. Séreignarsparnað til dæmis. Þannig að ef að stæði þarna eitthvað að umsækjandi hafi tekjur vegna grunnlífeyris, þætti mér það strax miklu betra, þá væri hægt að metra betur hvert tilfelli fyrir sig. Og ég bara óttast það, því að það er alveg sára fáir, ef ég kann mínu latínu rétt, þá er það smár hluti eldri borgara sem fær eingöngu tekjur af þessum grunnlífeyri frá Tryggingastofnun. En að öðru leyti er ég ekkert ósammála því að menn fái alltaf 3 fría garðslætti, og í Fjarðabyggð til dæmis fá menn ekki fría garðslætti ef ég skil rétt. Þar er rukkað ákveðið gjald og þá er það svona bara fá menn mismunandi mikinn afslátt eftir því hvað menn þurfa miklu hjálp. Hefði ekki lengra, takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið um orðið. Forseti, ágæta fundafólk, þar sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson endurtók sig, þá er ágætt að ég kom upp og endurtaki mig það eins, kannski var ekki nú að skýra með þetta, en það má vel vera að reglurnar séu kannski of stífar, en þetta eru samt sem áður viðmið félagsþjónustunnar sem að hún gengur út frá í öðrum þáttum sem hún metur, og eins og ég sagði þá metur starfsmaður félagsþjónustunnar þetta, og ég ræddi við félagsmálastjóra fyrir fund, og þetta er, þó að reglurnar séu kannski, ég skil áhyggjurnar með að það séu kannski of stíft orðaðar, að þá er þetta hins vegar mat starfsmanns sveitarfélagsins og félagsþjónustunni með þörfina, þar með tekjurnar, og ef að það er yfir einhverju mörkum sem að örorku eða ellilífeyrismörkum, en sýnt fram á að einstaklingur hafi ekki tök á að sinna slætti með þá kaupan eða sjálfur, að þá fær hann slátt. Það er alveg á hreinu, þrátt fyrir það að þetta orðalag sé, eins og segi, má mögulega full stíft orðað þarna í annarri greininni. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Það hafa ekki fleiri kveðið þessu hljóðs undir þessum lið. Ég ætla að lesa tillöguna sem liggur fyrir aftur. Hún er svohljóðandi: að tillögu fjölskylduráðs og umhverfis- og framkvæmdaráðs staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglum um garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja í sveitarfélaginu og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að þær verði aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem eru þessu fylgjandi vissulega skefið merki. Þeir sem eru á móti
Einhverjir sem vilja láta bóka hjásetu, það er einn. Það verður bókað sem slíkt. Tillagan er því samþykkt. Þá erum við komin að liði 9 í dagskrá. Samþykkt fráveitur í Múlaþingi. Fyrir liggur tillaga samþykkt fráveitur í Múlaþingi til síðari umræðu í sveitarstjórn og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi tillögu að samþykktum fráveitur í Múlaþingi og felur sveitarstjóri að sjá til þess að samþykktin verði virkjuð og kynnt. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs. Þá ber ég tillöguna undir atkvæði þeir sem eru henni samþykkir vinsamlegast gefið merki. Einhverjir á móti. Það er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Við erum komin að liði 10 í dagskrá. Almannavarnir skipulag. Fyrir liggur bókun byggðarráðs Múlaþings dagsett 1. júní þar sem lýst er yfir stuðningi við það skipulag sem samþykkt var á fundi Almannavarnanefndar Austurlands dagsett 19. apríl 2021 og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðarráði og styður það skipulag að samþykkt hefur verið af Almannavarnanefnd Austurlands. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að tillögu byggðarráðs að sveitarstjóri Múlaþings taki sæti sem aðalmaður í almannavarnarhópi þeim er sveitarfélagi tilheyrir og að fulltrúi sveitarstjóra á Fljótsdalshéraði verði til vara. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs, því ber ég tillöguna undir atkvæði þeir sem eru henni fylgjandi gerir svo vel og gefið merki. Einhverjir á móti, það er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Við erum þó komin að lið 11 á dagskráni, vegagerðin, verklagsreglur vegna útboða, óskum úttekt. Fyrir lá erindi frá sveitarstjórnarfulltrúa Jakobi Sigurðssyni verklag vegagerðar ríkisins varðandi útboð fyrirhugaðra framkvæmda. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir yfir óánægju með að enn skuli ekki hafa verið farið fram útboð á veigamiklum framkvæmdum svo sem Borgarfjarðarvegi Eiðar-Laufás, Arnórsstaðir Efri-Jökuldal, Ásklifi í Fellum og Gilsárbrú sem samkvæmt samgönguáætlun er gert ráð fyrir í ár. Sveitarstjóra falið að koma á fundi sveitarstjórnar og vegagerðar hið fyrsta þar sem þessi mál og önnur aðkallandi verkefni innan sveitarfélagsins verði til umfjöllunar. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, kveður sér ljóðskar svo vel Þröstur. Forseti, gott fundarfólk. Ég tek heils hugar undir það að það sé aðhald á ríkisvaldinu í kjölfar þeirra sameiningar sem hefur orðið vegna þess að ríkið hvetur sveitarfélög til sameiningar og leggur fyrir gulrótum bætta samgöngur og svo framvegis til þess að bakka það upp eins og maður myndi sletta á lélegri íslensku. Þannig að ég tek heils hugar undir það. Það er bara full ástæða til þess að halda ríkinu við efni í þessum málum og bara þakka sveitarstjórnarfulltrúa Jakob fyrir að hafa komið með þetta hingað inn á borð. Full ástæða til þess að halda þetta þeim. En sem betur fyrir þá heyrist mér nú eitthvað verið að gerast, er ekki að verið að ganga frá útboði núna þarna í áframhaldi frá Eiðum einhvers staðar heyrði ég það, þannig að þetta er nú eitthvað að hreyfast sem betur fyrir. Takk. Takk fyrir þetta Þröstur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir, kveður svo hljóðs, gjörðu svo vel Hildur. Forseti, ágæti fundamenn. Ég fagna þessari bókun til að gríðarlega mikilvægt að við höldum þétt utan samgöngumálun okkar og séum í stöðu samtali við vegagerðina og aðra þar til bæra aðila sem koma að samgöngumálunum okkar. Og mig langaði að beina spurningu til bæjarstjóra Björns Ingimarssonar hver staða mála er á heilsásvegi við Öxi. Takk. Takk fyrir þetta.
Orðið er laust. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundar fólk, já nú er fátt svör. Það sem að okkur hefur verið tjáð er að það verði sem sagt kláruð, ef ekki segja, öll svona grunnvinna, þannig að hægt verið að hefja framkvæmdir á næsta ári. Það er svo skilningur sem ég hef á því. Ég hef svo sem ekki heyrt neitt nýtt, en þetta eru þau skilaboð sem við höfum fengið frá samgönguyfirvöldum. Við höfum verið að þrýsta á að það er gengið frá svona ákveðnum formsatriðum eins og samningu við landeigendur og annað, og ég bara treysti því að sú vinna sé í gangi. En þetta er líka eitt af þeim málum sem að við þurfum að taka upp á fundi okkar með vegamálastjóra þegar það kemur. En þetta lítur líka að samgönguyfirvöldum og þeim sem yfir vegamálastjóra heyra. Ekki meira takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Forseti og annað fundafólk. Það er semst verið að tala lið 11, vegagerðina og verklagsreglur þar. Og það er við erum að fara að kalla eftir fundi, sem er bara gott mál. Og ég veit að það brennur á mörgum sem búa á héraði. Það er Lagarfljótsbrúin. Þetta er bara orðið fyndið verkefni. Og það þarf klárlega að nefna þetta við þá. Því að í morgun var einstaklingur með hamar að reyna að negla niður naglana á milli bíla líka við sko. Þannig að ef þetta er eitthvað sem á að vera standard í sumar, að það verður einstaklingur hann að brúnni að negla og við keyrum yfir og þetta er bara ekki bjóðandi. Þannig að bara svona til að impra á því að þá veit ég að það verður rætt það á þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Kristjana. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Berglind. Forseti, góða fundamenn. Þannig svo sem búið að segja flest, en ég ætla bara að koma upp og taka undir það að við verðum að standa okkur vel í að sinna þessu aðhaldi. Við fáum þær samgöngubætur sem okkur hefur verið lofað og við þurfum að gera mun betur, og eins og með Lagarfljótsbrúna, það er náttúrulega bara ótrúlegt ástand á henni og það má bara vekja athygli á þeirri verðmætasköpun sem verður til á Austurlandi og Norðausturlandi og sjá hvað við fáum í samgöngubætur og fleira, svona innviða, byggja upp innviði og aukin þjónustu og uppbygging sem að skila sér engan veginn í takt með þá verðmætasköpun sem verður til. Þannig að við þurfum bara að vera aðeins svolítið svona ákveðnari og ég er bara ánægð með þessa bókun og það er margt sem við þurfum að ýta enn meira á og vekja bara athygli á því hversu vel við gefum þessi fjórðungur og allt Norðausturland og fara bara fram á meiri uppbyggingu, það er ekki spurning, og drífa í því sem á að vera komið á stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er tillagan eftirfarandi borin upp. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir yfir óánægju með að enn skuli ekki hafa farið fram útboð og veiðamiklum framkvæmdum svo sem Borgarfjarðarveg, Eiðar-Laufás, Arnórsstaðir Efri Jökuldal, Ásklif í Fellum og Gilsárbrú sem samkvæmt samgönguáætluninni gert ráð fyrir í ár. Sveitarstjóra falið að koma á fundi sveitarstjórnar og Vegagerðar hið fyrsta, þar sem þessi mál og önnur aðkallandi verkefni innan sveitarfélagsins verði til umfjöllunar. Þeir sem eru þessari tillögu samþykkir vinsamlegast gefið merki. Einhver á móti, það er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Og við erum komin að liði 12 í dagskráni, samþykktum lausagöngu stórgripa í Múlaþingi. Fyrir liggur til síðar umræðu samþykktum lausagöngu stórgripa í Múlaþingi.
Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu eða samþykktum lausagöngu stórgripa í Múlaþingi og felur sveitarstjóra að sjá til þess að samþykktin verði virkjuð og kynnt. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs, þá ber ég tillögun undir atkvæði. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru ósammála, það er engin, hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið 13, opið bréf til sveitarstjórnar Múlaþings, strandsvæðaskipulag á Austfjörðum. Fyrir lá opið bréf til sveitarstjórnar frá VÁ, félagi vernd fjarða, þar sem óskað er eftir því að mál rætt var meðal annars á sveitarstjórnarfundi Múlaþings 12. maí undir liðnum strandsvæðaskipulag á Austurlandi verið tekið fyrir að nýju. Jafnframt lá fyrir minnisblað varðandi málið frá lögmanni sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Með vísan til fyrirliggjandi lögfræðiálits meðal annars má ljóst vera að ákveðins misskilnings gætir í erindi VÁ, félagsum vernd fjarða, hvað skipulagsvald sveitarfélaga varðar. Sveitarstjórn Múlaþings hefur komið að málum með snúað fyrirhuguðu fiskeldi á Seyðisfirði, meðal annars í samræmi við það lög og reglur kveða á auk þess að koma á ákveð og framfæri áherslum varða samfélagslega hagsmuni svæðisins. Sveitarstjórn Múlaþings mun áfram koma að þessum málum með þeim hætti lög kveða á og mun hafa hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi í sinni vinnu. Sveitarstjóra falið að bregðast við erindinu. Forseti hyggst taka til máls undir þessum lið og biður annan varaforseta að taka við stjórn fundarins. Þá býð ég Gauta Jóhannessyni að taka til máls, gjör svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Ég vil til að byrja með lýsa því yfir að ég er fylgjandi þeirri tillögu sem lögður fram hér og var lesin upp hér áðan. Mér langar með leyfi forseta sömuleiðis að rifja upp bókun sveitarstjórnar frá síðasta fundi þar sem sagði sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á mikilvægi þess að unnið verði hratt og markvisst að því að ljúka við gerð strandsvæðaskipulags á Austfjörðum. Sveitarstjórn ítrekar mikilvægi þess að í skipulagsferlinu og við leyfisveitinga verði tekið tillit til þeirra ábendinga sem fram hafa komið á hálfu sveitarfélagsins varðandi laxeldi í Seyðisfirði og það vísað til umsagnar frummatsskýrslu. Jafnframt hvetur sveitarstjórn fulltrúa fiskeldis Austfjarða til að kynna áform sínum starfsemi ítarlega fyrir íbúum og leið og aðstöðu leyfa, svo sem með íbúafundum með það fyrir augum að stuðla að gagnsæi og sátt verkefnið. Af þessu tilefni er líka rétt að geta þess sem fram kemur í minnisblaði sem fylgdi undir málinu í gögnum til sveitarstjórnar að samkvæmt það sem vitnað í umfjöllun í þingnefnd þar sem fram kemur að nefndin árétti að frumvarpinu ekki ætlað að hafa afturvirk áhrif. Lögin hafa því ekki áhrif á þau mál sem nú eru í ferli, til dæmis í umhverfismati samkvæmt samþykkt tillögu að matsáætlun. Umsóknir fram eru komnar fyrir gildistöku fyrirliggjandi frumvarps fer samkvæmt gildandi lögum. Þarna er áréttað þar sem að fram hefur komið áður varðandi þau lög sem eru í gildi það ferli sem nú þegar er hafið og ég vek líka athygli á afdráttarlausu áliti sem fram kemur í minnisblaði varðandi skipulagsvald sveitarfélaga yfir það sem tekur til netalaga. Við getum svo haft allar mögulega skoðanir á því hversu gáfuleg sú lagasetning er, en hún stendur eftir ein og sér og að þessu sögðu þá legg ég til að þessi bókun hún verði samþykkt. Takk. Takk fyrir þetta. Ég býð þá forseta bæjarstjórnar að taka aftur við stjórn fundar. Já, orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur kveðið sér hljóðs.
Gjör svo vel. Fundarstjóri, gott fundarfólk. Mér finnst þessi umræða að vera komin svolítið út í skurð. Hún farin að snúast einhverjar lagatæknileg atriði, hver hefur skipulagsvald og svo framvegis. Þetta snýst alls ekkert það og ég held að allir aðilar þessa máls þurfa að koma út úr þeim skáp, hvort sem að það VÁ, sveitarfélagið eða aðrir. Þetta snýst atvinnumál og þetta snýst hvernig samfélag íbúarnir á Seyðisfirði vilja hafa og kannski umhverfismál líka og það svona kannski blanda svolítið saman við samfélagsmál. Og ég get alveg útlistað það sko, frá upphafi ég verið fylgjandi auknu laxeldi og jafnvel í Seyðisfirði. Hitt annað mál að þessi blessaði undirskriftalisti sem VÁ stóð fyrir og helmingur bæjarbúa hefur skrifað undir. Ég sagði það hér síðasta sveitarstjórnarfundi að það væri ákveðið vandamál innan gæsalappa sá listi og vilji íbúa hlýtur alltaf að vega mjög þungt. Þess vegna held ég sé rosalega mikilvægt að fara ekki með þetta mál í einhverjar skotgrafir, heldur að samtalið sé tekið opið milli íbúa, þess vegna VÁ, hvað þetta nú, heitir ekki VÁ, og framkvæmdaaðila og sveitarstjórnarfólks, þannig að menn upplýsi hvort annan og kannski ná einhverju lendingu þar sem allir eru sáttir. Og kannski var sko stóra vandamálið í þessu, það upphaflega, þegar þetta var upphaflega kynnt, þá var þetta klaufalega kér þarna nánast inn í höfninni sko. Og ég held að það hafi hleypt mjög illu blóði í marga. Ef ég skil rétt þá var ekkert mál að bara fleygja því út úr áformunum og þetta laxeldi verði allt saman við utan verðan fjörðinn. Hvort að íbúar sætti sig við þá breytingu ekki veit ég ekki, en ég held að sé bara algjört lykilatriði í þessu, að hætta þessum sko laganýtingum. Það alveg ljóst að sveitarfélagið hefur ekki skipulagsvaldið þarna og hefur rauninni þess vegna lítið að segja eins og stendur lagalega sér, en enga síður þá höfum við heilmikið að segja sem sveitarfélag og íbúar í þessu sveitarfélag og þó sérstaklega á Seyðisfirði. Þess vegna held ég að sko samtalið að það þarf að koma svolítið krafti í það að menn sé ekki að sko skjóta hver og sínu horni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætir fundamenn, eins og áður hefur komið fram á fundi sveitarstjórnar og í umhverfisráði þá lagði ég fram breytingatillögu eða bókun með Pétur Heimissyni sem snýr að því að laxeldi á Seyðisfirði fari í skipulag haf- og strandsvæða og til að þannig verði hægt að ná meiri sátt og samtali málið. Ég myndi sitja hjá við þessa bókun og mér langar til þess að skora á okkur að bjóða forsvarsmönnum VÁ á okkar fund. Nú sveitarstjórn að fara sumarfrí, þannig það að gera að bjóða þeim á fund byggðarráðs sem og að bjóða forsvarsmönnum fiskeldis Austfjarða til fundar við okkur. Og ég tel að Múlaþing eigi að taka þetta skref að hlusta á íbúa og koma á íbúafundi þar sem að forsvarsmenn fiskeldis Austfjarða eru og geta upplýst hagsmunaaðila, íbúa og aðra og tekið samtalið og svara spurningum. Takk. Takk fyrir þetta Hildur. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjör svo vel Jódís. Forseti og annað fundarfólk, sko ég hef nú ýmislegt við þetta athuga. Í fyrsta lagi erindinu sem slíku, það ekki tekið á því í þessari bókun. Ég spyr mig, sveitarstjórn sem að margoft hefur komið fram
býr við þröngan kost og það er ekki til endalausa peningar, að við séum að greiða fyrir lögfræði álit gegn lögfræði áliti sem fram hefur komið og snýr ekki að sveitarfélaginu sérstaklega, heldur eru þetta vangaveltur íbúana og þau kalla eftir aðstoð og sveitarfélagi fer einhvern veginn í varnargír og kaupir lögfræði álit á móti til varnar hagsmunaaðilum. Það sem mér finnst áhugavert í þessu, ég er sjálf löglærð, ég er búin að lesa bæði álit og ég er líka búin að leita til Sambands íslenskra sveitarfélaga og ég veit að sveitarstjóri hefur gert það líka og mér er sérstakt að svörin við því hafa ekki borist okkur því að svo sannarlega er hvorugt álitið fullkomið og það er margt ekki alveg rétt í þeim og að sko það er talað misskilning í þessari bókun. Ég held að misskilningurinn byggir nú svolítið líka á því og ég tek undir með Þresti. Það sem er hér að gerast er lýðræðislegt mál. Þetta snýst lýðræði íbúana 55%. Það er sem sagt meira en helmingur íbúa á Seyðisfirði skrifaði undir skjal sem búið að reyna að tala niður og að það sé ekki í lagi með þetta skjal. Það er búið tvisvar að fara yfir það og skila því tilbaka og eftir stendur að 55% íbúana hafna öllu fiskeldi í Seyðisfirði. Ekki sérstaklega laxeldi í svona kvíum eða þessu fyrirtæki eða einhverju öðru áformum fiskeldi í Seyðisfirði er hafnað. Það breytir því ekki að fyrirtækið hefur fengið úthlutað þessum leyfum. Það er ekki neitt debatt. Það vita allir. En málið snýst þetta að í áratugi hefur verið unnið á Seyðisfirði að uppbyggingu ferðaþjónustu, skapandi greina og tækifæri á þeim vettvangi. Íbúarnir sem undir þetta rita sjá ekki að þessi iðnaður fari með. Íbúarnir og þá kannski félagið Vá sem var stofnað utan hagsmuni þessa stóra hóps hefur kallað eftir samtali við sveitarfélagið og það er dapurt að það er endur og ítrekað rætt það að fyrirtækið eigi að halda kynningarfundi fyrir íbúa. Það er ekki verið að kalla eftir því. Það er verið að kalla eftir samtali við okkur hér. Og ég ætla að fá að vísa í 10. kafla sveitarstjórnarlaganna sem fjallar einfaldlega samráð við íbúa og ég mun ekki styðja þessa bókun. Enda er hún froða að mínu mati og þarna kemur ekkert fram annað en eitthvað sem áður hefur komið fram, engum spurningum svarað, sveitarfélagið er að taka skýra afstöðu að mínu mati með einkahagsmunum gegn íbúum með því að standa í lappirnar og segjast ekkert geta gert. Leyfin eru komin, við erum að hvetja til þess að farið verði að skipulagi haf- og strandsvæða, það er ekki tilbúið. Við höfum engar forsendur til að skipa þeim að fara eftir lögum sem ekki er gengin í gegn, en við erum bara samt með fullt af spilum á hendi. Þessir aðilar munu þurfa þjónustu á hafnarsvæði, þeir munu þurfa aðstöðu í landi þar sem að sveitarfélagi hefur fullkomlega öll tögl og haldir í skipulagsmálum. Við getum samið við þau, við viljum ekki gefa út öll leyfi strax. Eitt sem ég langar að koma að áður en ég hætti, það er þessi gríðarlega atvinnu uppbygging sem þetta á að koma með á Seyðisfirði. Við erum að tala hvað? 5 til 10 störf. Ef ég skil það rétt. Nú þegar er varla hægt að fá fólk á leikskólan á Seyðisfirði, það vantar í öldrunarþjónustuna. Það er ekki hægt að spila þetta svona að við verðum bara að fá þessi 5 störf, það er make or break fyrir Seyðisfjörð, við notum hamfarirnar sem einhver rök, við erum að koma með þetta til að bjarga atvinnu starfsemi Seyðfirðinga. Þessi talsmenn þessa 55% íbúana hafnar þessum rökum. Ég á enga hagsmuna að gæta þarna á einn hátt eða annan. Ég er bara að reyna að koma því til skila
að við erum hér kjörnir fulltrúar íbúana. Þetta er fólkið sem að kaus okkur til að standa hér og gæta hagsmuna þeirra. Það er okkar eini tilgangur. Ekki að berjast með kjafti og klóm fyrir því að þagga alla óþægilega umræðu og greiða götu einhverja ákveðina aðila. Það var enginn hér kosinn til þess. Takk. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson tekur til máls öðru sinni. Já, forseti funda fólk. Ágætt sumra út af fyrir sig og sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir nefndi kannski svolítið kjarnamáls hérna í máli sínu varðandi atvinnulífið. Hún nefndi 9 til 10 störf og eins og ég skildi hana þá væri það nú ekki mikið. 5 til 10 fyrir hér. Í 600 manna samfélagi 5 til 10 störf eru töluvert og ég veit ekki hvaða reynslu fólk hefur af uppbyggingu atvinnurekstrar en að búa til 5 til 10 störf að mínu viti er yfirleitt grettistak. Þannig að það er erfitt að búa til atvinnu og atvinnulíf á Seyðisfirði er brothætt. Því er ekkert að neita og við þekkjum þetta sem kom með frystihúsið þarna og fleira að það er á hættusvæði, það er að gera eitthvað í því og framtíð þess kannski ekki allt of ljós, ég veit það ekki. Sem er stór atvinnulíf. Þannig að ég held að ég vil beina því kannski til VÁ sem sjálfsagt og fylgjast nú með þessum ágæðafundi að þeir aðeins velti því fyrir sér, já, ef þessu er hafnað, allt í lagi með það, en hverjar eru tillögurnar að uppbyggingu á atvinnulífi á Seyðisfirði vegna þess að það verður að vera atvinnulíf á Seyðisfirði. Ef það er ekkert atvinnulíf þá rotnar bærinn niður og það er það sem við síst viljum. Ég ætla ekki að segja það hvort það sé einhvað annað, bara einhvað miklu betri stöðun en þá þarf það bara eitthvað að ræðast hreinlega. Og ég ætla að taka undir það sem hún Hildur sveitarstjórnarfulltrúi nefndi hér áðan, hugmyndir með að þessir aðilar mæti á fund hjá byggðarráði, bæði VÁ og sem sagt framkvæmdaraðilinn. Og best síðan að þetta samtal færi síðan út í það að allir aðilar ræddu saman mjög frítt. Það er akkurat þetta sem ég var að segja hérna í fyrri ræðu minni að það er þetta samtal, það er það eina sem getur leyst þetta einhvern veginn á besta veg. Þannig að við skulum hafa þetta allt í huga og þetta er svolítið heitt kartafli, ég átta mig alveg á því og ég geri mig grein fyrir þessum undirskriftarlista og mér finnst það mjög mikilvægt að sú rödd sem þar er, hún fái sitt vald, þetta eru íbúarnir. En það er svo margt sem hangir á spýtunni og eitt sem maður hefur heyrt svo sem, ég meina ef það er ekkert atvinnulíf á Seyðisfirði sem það reyndar nú er en það gæti kannski farið verið að þá minnka líkur alltaf á framkvæmdum fyrir svæðið til hvers að þá grafa þarna jarðgöngu gegnum svo framvegis. Þannig að menn verða að ræða þetta af skynsemi frekar en einhverjum heiftúð og látum. Þannig að ég vildi bara koma því kannski að og þetta snýst mjög mikið atvinnumál og mann hugsi það þá alvarlega ef þessu er hafnað hvað er þá annað í boði og í stöðunum. Takk. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið öðru sinni. Forseti og annað fundafólk, já, mér langaði bara aðeins að bregðast við orðum sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og benda á nýlega úthlutun úr hvatasjóði þar sem að gríðarlega margar og öflugar umsóknir að uppbyggingu á atvinnulífi á Seyðisfirði bárust. Auðvitað var ekki hægt að mæta þeim öllum en það vantar ekki hugmyndirnar og mér finnst leitt að heyra, ég geri mér alveg grein fyrir hversu viðkvæmt atvinnulíf á Seyðisfirði er. Atvinnulíf í smærri byggðarlögum hringinn í kringum landið er viðkvæmt
og það er rosaleg áhætta að ætla að setja öll eggin í sömu körfu og að eitthvað eitt eigi að koma og bjarga, og það er það sem við höfum endalaust rætt hérna það er fjölbreytt atvinnulíf í sveitarfélaginu öllu, ekki bara á Seyðisfirði. Á Seyðisfirði er mikill fjölbreytileiki, það eru ólík störf, það er uppbygging í ýmsum greinum og 5 störf í litlu sveitarfélagi, og ég tala nú ekki ef það verða 10, það er auðvitað gríðarlega mikið. En ég er bara ekki vissum að 5 til 10 störf sem eru að koma í andstöðu meiri hluta íbúana sé það sem við séum að kalla eftir, og við megum ekki setja þetta þannig upp að það sé annarkvort þetta eða dauði. Við verðum að vera eins og þú segir, við þurfum að vera málefnaleg. Staðan er þess, leyfin eru til staðar, það er búið að byggja á Kópaskeri, Seiðastöð, skiljiði, þetta er í fullum gangi. Vá er að kalla eftir því að sveitarfélag íbúana sem þarna búa og hugnast ekki þessi aðferðafræði og þessi áform hafi sveitarfélagi sitt á bakvið sig þegar það kallar eftir hvernig er hægt að mæta þessu, hvað getum við gert. Og ég sé það þannig, sveitarfélagið á frekar að vera að leita til samband sveitarfélaga það eru einhver fordæmi, hvernig getum við leitt þetta til lykta. Við eigum ekki að vera að taka stöðu gegn íbúum, en það er það sem ég upplifa að við séum að gera. Takk. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs og Björn Ingimarsson sveitarstjóri hefur beðið orðið, ekki svo vel Björn. Forseti og gott fundarfólk, ég vil bara svona af því að það hefur komið hér fram í umræðinu að það væri ekki eðlilegt að við leitum eftir umsögn og fengjum álit lögmanns sveitarfélagsins í tengt þessu máli. Það kom nokkuð skýrt fram meðal annars í fréttaflutningi í framhaldi af síðasta sveitarstjórnarfundi og þar vísað meðal annars í þetta erindi sem þá var til umfjöllunar að skipulagsvaldið væri sveitarfélagsins og það var nú mitt mat að það væri eðlilegt að fá á þessu álit og fá á því lögfræðilegt álit, því að í rauninni bæði sem sagt fullyrðingi var bara mjög afgerandi og þannig að ég tel að það hefði verið af að sérstakt að við hefum bara setið og sagt við skulum bara ekki skoða þetta, við skulum bara hafa skoðun á þessu sjálf. Það er alveg skýrt að í þessu tilfelli er skipulagsvaldið ekki sveitarfélagsins. Við erum ekki að fara í einhver handalögum eða einhver slagsmál við íbúana. Við viljum bara benda á að þessi fullyrðing er á misskilningi byggt. Hún er á misskilningi byggt og það viljum við leiðrétta. En það kemur líka skýrt fram og það er það sem ég hef skynjað hjá öllum kjörnum fulltrúum að það er bara fullur vilji og einlægur vilji að starfa að hagsmunum samfélagsins í þessu máli. En ég vildi bara bregðast við þessu því að ég hefði talið í rauninu óeðlilegt að við hefðum ekki leitað eftir áliti við þessu. Ég hefði talið það óeðlilegt. Ég vildi bara koma þessu framfæri. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel, örstutt andsvar. Áfundastjóri, aðra fundarmenn, takk fyrir þetta
þetta tækifæri bara að því að við svona Jódís sveitarstjórnarfulltrúi erum kannski alveg á sömu línunni, virðist kannski vera á sitthvað horni en í rauninni alls ekki. Ég ætla bara að árétta þetta sko. Að sko ég vil ekki sjá Seyðisfjörð fullan af fisköldi og hundu óanaða íbúa í sömu myndinni. Það er ekki myndi sem ég vil sjá og þess vegna ég vil bara leggja á það áherslu að ég er ekki að íta hér einhvað sérstaklega undir því að fiskeldi sé tróðið upp á Seyðfirðinga, alls ekki, heldur miklu frekar hitt að þetta samtal verði tekið og það alvarlega hver niðurstaðan verður úr því ef að þetta verður þannig að það er ekki nokkulega að gera þetta koma þessi sátt í samfélagi þá verður ekkert fiskeldi í Seyðisfirði. Það náttúrulega liggur kannski svolítið fyrir en samtali verður að fara fram og að því leytinu til erum við Jódís sammála að þetta höfuðmáli það að þeir sem byggja samfélagið séu ánægðir og sáttir í því umhverfi sem þeir eru og það er ekki okkar eða nokkur annar að tróða einhver upp á það sem þeir ekki vilja. Takk fyrir þetta. Ég ætla að fá bóka við henni við. Fyrir liggur eftirfarandi tillaga bókun með vísan til fyrirliggjandi lögfræðiálits meðal annars má ljóst vera að ákveðins misskilnings gæti í erindi VÁ félagsum vernd Fjarða hvað skipulagsvald sveitarfélaga varðar. Sveitarstjórn Múlaþings hefur komið að málum snúið fyrirhuguðu fiskeldi á Seyðisfirði meðal annars í samræmi við það eru lög og reglur kveða á auk þess að koma ákveðið á framfæri áherslum varðar samfélagslega hagsmuni svæðisins. Sveitarstjórn Múlaþings mun áfram koma að þessum máli með þeim hætti lög kveða á og mun hafa hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi í sinni vinnu. Sveitarstjóra falið að bregðast við erindinu. Ég ber þessa tillögu undir atkvæði þeir sem eru sammála vinsamlega skeiði merki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það eru 9 sammála. Einhver á móti. 1. Einhver sem kýs að færa til bókar hjásetu. Það er 1. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir vill gera grein fyrir atkvæði sínu og leggja fram bókun. Gjör svo vel. Forseti og annað fundarfólk, ég ætla að fá að lesa hér upp bókun sem ég vil að verði settur við þennan lið á dagskrá. Sveitarstjórnarfulltrúi VG lýsir yfir vonbrigðum með viljaleysi meirihluta sveitarstjórnar Múlaþings til þess að leysa úr málinu á farsælan hátt. Ég ber fram kröfu lýðræðislegt samtal sveitarfélagsins við íbúa á Seyðisfirði með hliðsjón af 10. kafla sveitarstjórnarlaga og að ábendingum og spurningum sem fram koma í erindinu frá VÁ til sveitarstjórnar verði svarað. Takk fyrir þetta Jódís. Varstu búin að koma þessu í póstið til þeirra? Þá höldum við dagskrána áfram. Við erum komin að lið 14, innritun í grunnskóla. Fyrir liggja til afgreiðslu reglur innritun í grunnskóla Múlaþings og skilgreining á skólahverfum ásamt bókun fjölskylduráðs dagsett 18. maí 2021 þar sem fram kemur að fjölskylduráð samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi reglur innritun í grunnskóla Múlaþings og skilgreiningu á skólahverfum og felur fræðslustjóra að koma þeim í framkvæmd og kynningu. Orðið laust undir þessum lið. Ef enginn kveður svo hljóðs þá berum við þetta undir atkvæði þeir sem eru sammála vinsamlega skeiði merki. Einhverjir á móti, það er ekki, þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 15. Samþykktum meðhöllun úrgangs í Múlaþingi. Fyrir liggja til síðari umræðu drög frá heilbrigðisnefnd Austurlands að samþykktum meðhöllun úrgangs í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að samþykktum meðhöllun úrgangs í Múlaþingi og felur framkvæmd og umhverfismálastjóra að sjá til þess að unnið verði samkvæmt þeim og að samþykktin fái viðhlítandi kynningu. Orðið laust undir þessum lið. Ef enginn kveður svo hljóðs þá ber ég þetta undir atkvæði þeir sem eru sammála, gjöra svo vel og gefa merki. Einhverjir ósammála, það er ekki, þetta er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið 16 sem eru skýrslur heimastjórna. Þær verða eins og venjulega teknar í
stafrófsröð og fyrstur formaður heimastjórnar á Borgarfirði, Eyþór Stefánsson. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og gott fólk. Tölvum ég var batteríslaus, þannig ég er nú bara með þetta hérna hripa niður hjá mér. Við heldum frá síðasta sveitarstjórnarfundi höfum við haldið einn fund í heimastjórn Borgarfjarðar þar sem voru 9 mál á dagskrá. Fyrsta mál var varðandi deiliskipulag við Blábjörg. Svo barst athugasemd frá Þjóðskrá að það þyrfti að finna staðföng fyrir gamla frystihúsið. Ég efast nú að nokkur sem vinnur að skipulagsmálum í sveitarfélaginu kunni heimastjórn nokkra þakki fyrir, en þar bókuðu á þá leið að gamla frystihúsi héti bara gamla frystihúsið og fundum engin önnur staðföng fyrir það í samráði við rekstraraðila þarna á svæðinu. En þetta er mjög gott dæmi, þetta staðfangakerfi. Þetta er ekki kerfi sem vinnur fyrir fólki, fólk þarf að aðlaga þessi kerfinu. Þetta fyrir töluvert töðunar á mér, að mig ekki að það þurfa alltaf að bera götu heiti en hús mig ekki bera nafn. Sem einmitt siðurinn á Borgarfirði. Liður 3, þá fengum við Sveinn Sveinsson frá Vegagerðinni á sambærilegan fund og var verið að, ég veit svo sem ekki hvort að hann verið boðaður á hann, þar sem við vonum að fara yfir framkvæmdir á Borgarfjarðarvegi og Eiðar-Laufás. Og hann svona gerði grein fyrir ferlinu sem hafði verið og af hverju það hefði kannski ef til vill tafist, en það ásans að fara í útboð með það núna í júnílok og planið að í haust verði malbikaður eða sett slitlag á hluta leiðarinnar. Svo varandi fjórða leiðin, það sem sagt Fjarðaborg samfélagsmiðstöð. Fengum Steingrím Randver Jónsson á fundinn sem að fór yfir hvað því máli líður áfram, og það sem sagt, þetta inn á hjá framkvæmdasviðinu og þau voru að fá tilboð frá verkfræðistofu að kostnaðarmeta liði og í hönnun hússins sem ekki til tölvuteiknað. Þannig að þetta að vinda aðeins upp á sig þetta verkefni, sérstaklega í ljósi þessa, ef ekki orðað þannig að það séu líkur til að fáist fjármagn til að taka aðgengismál í gegn þarna í húsinu, og þá kallar það á aðeins breytta hugsun. En hins vegar ætla ég bara að taka það skýrt fram að breytingar í Fjarðaborg verða aldrei gerðar öðruvísi en í samráði og samtali við íbúa, þar sem það hjartað í þorpinu. Við ákvaðum að ég ætla að hoppa við lið 5, ég ætla að geyma það til síðast. Liður 6 var það að fara að deiluskipuleggja svæði frá sem heitir Jörfi og að Vörðubrún og íbúabyggðin þar fyrir innan. Það kemur til vegna þess að þar verið að skipuleggja nokkuð margar lóðir, 5-6 eða svo, og okkur fannst eiginlega ótækt að fara bara þó ekki með það í deiluskipulag þar sem það lá hvort sem ekki fyrir á þessu svæði. Svo fengum við Aron Torfinsen, lögfræðing og persónuverndarfulltrúa Múlaþings inn á fund. Hann var að fara yfir minnisblað sem var unnið varðandi gjaldtöku í Hafnarhólma, hvort að það standist lög, og minnisblaðið var nú ekki alveg nógu jákvætt, þannig að við kenndum honum aðeins lögfræði og hann var miklu jákvæðari eftir það. Nei, það var nú ekki þannig. Það voru hins vegar upplýsingar sem að koma fram á fundinum sem að styrktu það að það mætti hefja þarna gjaldtöku. Svo tókum við aftur fyrir eitt mál sem snýr að umferðaröryggi á það sem við köllum bakkana á Borgarfirði. Þetta þarna, þú keyrir fram hjá Kögri sem heitir og út að Álfheimum, það sú gata.
og við höfðum bókað þetta áður en þá voru sjálfsagt einhverju byrjunar örðuleikar sem eru til þess að þetta rataði aldrei á borð umhverfis- og framkvæmdaráðs sem að var meiningin, en ég veit ekki hvort það voru við Jón eða einhver annar starfsmaður sem að hvar mistökin liggja, en það gerir ekki til, það bara leiðréttast þau hér eftir þetta. En svo sem sagt það 5. málið sem hinn svokallaði skápur. Við settum málið á dagskrá til þess að fara að ýta undir að reglugerð kemur fram sem myndi loka miðunum þar sem að það væri ekki seinna vænna, það væri að bresta á þessi tími þegar togararnir koma. En milli fundarboðs og fundar þá kom þessi reglugerð í samráðsgátt stjórnvalda. Þannig að þá nýttum við nú bara tækifærið og rættum hvort og þá hvað umsögn reglugerðina ætti að innihalda. Við erum náttúrulega mjög kát og glöð með þetta, að þetta virðist ætla að renna í gegn, en það hins vegar það sem við bendum á í umsögn okkar að vandi smábátasjómanna árlegur, en reglugerðin tekur bara til lokunar árið 2021 og munum við koma þeim sjónum á framfæri að í reglugerð standi árlega í staðan fyrir 2021 ár hvert. Þetta sem tímabundin lokun frá 1. júlí til 31. desember ef ég man rétt. Nú, já, þá ætla ég bara að minnast örsnögt á það að svo erum við með fyrirhugaðan fund þriðjudaginn 22. júní með ferðafélagi Fljótsdalshéraðs þar sem ætlum að fara yfir verkefni sem heitir Men in Biosphere. Þetta snýst að fá UNESCO stimpil og ég hef vert að segja borgkunningur því að samkvæmt mínum heimildum þá felur þetta ekki í sér neina friðlýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að formanni heimastjórnar á Djúpavogi, sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir. Forseti, ég þakka greinagóða kynningu á erindi mínu hér, en við höfum fundað einu sinni í heimastjórn á Djúpavogi og það var nokkuð krefjandi fundur, það voru mörg stór mál og ég ætla að byrja á því að ég gæti nú kannski bara sagt að því að hér svo strang tíma skilyrði að við viljum bara peninga, hratt og fljótt og tryggða í fjárhagsáætlun, en það eru skólamálin, húsnæðið í mjög vondu ásigkomulagi og við fengum Steingrím Randver og hana Þorbjörgu skólastjóra inn á fund og staðan einfaldlega þannig að það verður ekki hægt að hefja skólastarf á eðlilegan hátt í haust nema að til einhvers konar framkvæmda komi. Það alveg á hreinu og við erum að tala bæði mikið viðhald á núverandi húsnæði, við erum að tala plássleysi, við erum að tala skólalóð og ég legg bara á það áherslu að á fjárhagsáætlun það þarf að fara í áætlun framtíð skólamála á Djúpavogi og það þarf að gera ráð fyrir fjármunum næstu árin. Annað erindi Sittarsló. Formaður heimastjórnar fundaði með sveitarstjóra og Gretu Mjöll Samúelsdóttur og það var góður fundur og við tókum þetta svo fyrir í heimastjórn. Heimastjórn leggur til að stofnað verði 3 manna Sittarsló ráð sem að muni halda utan verkefnið áfram og svo gert ráð fyrir 70% starfshlutfalli innan atvinnu- og menningarmálasviðs til að sinna Sittarsló verkefnum á Djúpavogi og þetta eru lágmarkskröfur og þessu fylgja auðvitað fjármunir en Greta og við ræddum margar útfærslur á þessu þannig að þetta verður bara tekið áfram. Heimastjórn tilnefndi Kristján Ingimarsson sem fulltrúa Múlaþings í stjórn Teigarhorns Fólksvangs. Ég ætla nú að fara hér hratt yfir sögu. Við fjölluðum afturköllun gjafalofars til Ríkharðshúss á Djúpavogi og Gauti Jóhannsson formaður stjórnar Ríkharðshúss kom inn á fundin og fór yfir málið
og heimastjórn leggur á það áherslu að stjórn Ríkharðshúss og formaður heimastjórnar sitji þann fund sem fyrirhugaður á morgun. Við tókum fyrir aftur fyrirspurn byggðakvóta og vísuðum því til byggðastofnunar sem eftirlitsaðili. Annað áhugavert erindi sem kom til okkar, það bryggja hér við Hótel Framtíð og þetta erindi berst til okkar frá bara rekstraraðilum hér og við tökum heilshugar undir en við setjum þó við það spurningamerki hvort að það sé hótelsins að fara í slíka framkvæmd, hvort það séu nú ekki sveitafélagsins að sjá hafnirnar, en ástæðan fyrir því að okkur hugnast þessi hugmynd svo að hér gríðarlegur fjöldi í góðu árferði af skemmtiferðaskipum, gríðarlega mikill erill af fólki, allir fara í land hinum megin við Voginn, þar sem að trukkar í laxeldisflutningum og annað, það skapast hætta og það skapast átroðningur og það væri miklu eðlilegra og miklu heilbrigðari sýn fyrir held ég miðsvæði hér á Djúpavogi ef hægt væri að vinna þetta svona, að ferðamenn kæmu hér í land og tækju þá allavega stærri hring heldur en að vera að koma öllu í sama horni. En við vísum þessu bara áfram til umhverfis- og framkvæmdaráðs til frekari vinnslu. Síðan afgreiddu við rekstrarleyfi, það voru 2 rekstrarleyfi sem að við veittum umsögn og mér langar aðeins að benda á að í öðru tilfellinu kom neikvæð umsögn frá sveitafélaginu, frá nú er það stólið úr mér hvaðan hún kom, en allavega þá fannst okkur svona vera ákveðin tvískýningur í því. Við erum að reyna að byggja upp ferðaþjónustu, við erum að tala aðila sem að árum saman hefur verið með gistingu og ekki að fara í neinar framkvæmdir eða breyta neinu og að koma fram heiðarlega með að sækja tilskilin leyfi og í rauninni með því að hafna eða veita neikvæða umsögn þá erum við að gefa fólki skilaboð, já það betra að vera bara undir borðum og ekki fara að reglum. Þannig að við svona allavega, ég vildi bara vekja athygli á þessu að það kom inn frá starfsmanni sveitafélagsins að það þyrfti að fara í ákveðna framkvæmd og við vorum því bara eiginlega ekki sammála. Og fleira var það ekki að sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Þá komið að formanni heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og fundarmenn. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur fundað einu sinni frá síðasta fundi sveitarstjórnar í maí og á þeim fundi lágu fyrir 18 mál á dagskrá. Eins og áður hafa flest verkefni á vegum heimastjórnar Fljótsdalshéraðs lotið að skipulagsmálum og framkvæmdaleyfum. Á síðasta fundi voru teknar fyrir umsóknir veitna framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara í Skriðdal og í Hjaltastaðaþingi og Hróarstungu. Verkefni sem að veitur að hefja framkvæmdir við mjög fljótlega og fjármögnuð að hluta af fjarskiptasjóði sem liður í að ljósleiðara verða landið í verkefninu Ísland ljóstengt. Jafnframt þurfti að taka afstöðu til matsskyldu verkefnanna með tillit til umfangsverkefnanna og aðferða við framkvæmdir og með hliðsjón af því landi sem fara þarf Niðurstaðan var sú að eftir ráðleggingar skipulagsfulltrúa eins og framkvæmdaleyfis umsóknin hljóðaði að hún þyrfti að fara í svokallaðan B-flokk reglugerðar sem að útheimtir þá tilkynningu til skipulagsstofnunar en síðan búið að fara nánar yfir málið og ætti geta komið til verkefnið þannig vaxið og búið að fara yfir umsóknir að þetta mun ekki vera skipulagsskylt. Heimastjórnin fjallaði mögulega staðarval fyrir Ærslaberg og Egilsstöðum að beiðni umhverfis- og framkvæmdaráðs en áður hafði ungmennaráð Múlaþings fjallað málið og leggur sérstaka áherslu á að belgurinn verði staðsettur miðsvæðis á
í þéttbýli bæjarins. Þá má einnig nefna að heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að fari verið breytingu á deiliskipulagi við Selbrún í Fellabæ, en þar er gert ráð fyrir að hefja byggingu íbúðarhúsnæðis á grundvelli samkomulags þar sem að heimastjórninni líst mjög vel á að sem liður í því að koma jafnvægi á markaðinn ásamt annarri uppbyggingu. Heimastjórnin staðfesti tillögu skipulagsfulltrúa umsögnum matsskyldu vegna efnistöku í landi Litlabakka, en áform með efnistöku þar er nokkuð viðamikil og miða því að tryggja jarðefni eða góðan aðgang að jarðefni til næstu framtíðar. Og með nýtingu efnis í landi Litlabakka er fyrirhugað að afla steypuefnis og fyrsta flokks steinefnis í verklæðingar á Austurlandi til nokkurra framtíða með hagkvæmum hætti. Efni hefur verið tekið á staðnum áður í áratugi, en annars er bent á fundargerð heimastjórnar hvað varðar nánari upplýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá er komið að formanni heimastjórnar á Seyðisfirði, Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir 11. fund heimastjórn Seyðisfjarðar sem var 31. maí. Fundagerðin er í 4 liðum. Fyrsti er auglýsing umferð í Múlaþingi. Þar ítrekar heimastjórn mikilvægi þess að koma upp umferðarmerkingum í samræmi við þær breytingar og sem allra fyrst. Við athugun kom einnig ljós að inn í listan yfir götur með 40 km hámarkshraða þá vantaði Hafnargötuna sem þarf að laga. Heimastjórn ítrekar einnig áður framkomnar tillögur 2 vistgötur á Seyðisfirði og það er sem sagt hluti Suðurgötu og Norðurgötu. Annar liður er deiliskipulag íbúðasvæðis við Garðarsveg. Heimastjórn Seyðisfjarðar samþykkti tillögur umhverfis- og framkvæmdaráðs bæði varðandi nýja tillögu að deiliskipulagi og drög að umsögnum við þær athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma tillögunnar. Heimastjórn lagði þó áherslu á að gerðar verði hæðarmælingar á nærliggjandi húsum áður en framkvæmdir hefjast við grundun húsa á vallarsvæðinu. Með því þá verða til gögn til samanburðar ef uppkæmi ágreiningur jarðvegssig í nærliggjandi húsum í tengslum við framkvæmdirnar. Heimastjórn styður þá tillögu að gert verði fræðsluskilti sögu vallarins eins og fram kemur í umsögn Minjastofnunar frá 30. apríl 2021. Heimastjórn tekur einnig undir óskir heimamanna að knattspyrnuvellinu verði fundinn nýr staður sem fyrst. Ljóst er á umsögnum heimamanna að mikið tilfinningamál er að ræða við það að missa knattspyrnuvöllinn. Og heimastjórn tekur undir þær áhyggjur heimamanna og mikilvægi þess að undirbúningur að nýju vallarstæði hefjist sem fyrst og athugun á uppbyggingu nýs vallar sem hefjist bara strax. Það þarf að hafa hraðar hendur í þessu máli. Heimastjórn styður jafnframt þá þörfu og góðu tillögu að efna til íbúasamráðs á Seyðisfirði næstu skref í skipulagi íbúðarbyggðar. Þriðji liður var nú bara umsókn að koma fyrir tímabundnu úti listaverki í skúlptúrhluta Hafnargarðsins á Seyðisfirði og þetta er tímabundið stöðuleyfi frá júní til september og heimastjórn samþykkti erindið en bara lagði áherslu á góðan framgang svæðisins þegar verkið verður fjarlægt. 4. liðurinn var einungis sumarleyfi heimastjórnar á Seyðisfirði en þeir fundir sem voru lagðir niður voru lagt til að yrðu. Það er að júnifundurinn yrði 28. júní og ágústfundurinn 16. ágúst og fleira var ekki tekið fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Þá erum við komin að fundargerðum sem lagðar eru fram til kynningar. Þetta eru liðir 17 til 29. Orðið er laust undir þessum liðum en ég vil minna fundamenn á það líkt og áður að hyggist taka til máls undir þessum lið að gera þá grein fyrir því
gera þá grein fyrir málsnúmeri og eins þá þeim lið í hverri fundargerð sem að ræða. En orðið laust undir þessum lið. Svo vel. Kristjana Sigurðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, kveður þessu hljóðs. Forseti og annað fundafólk. Ég er semst komin hingað upp til þess að ræða lið 25, það er 21. fundur fjölskylduráðs og það er undir lið 8. Fjárhagsáætlun fræðslumála 2022. Mér finnst fræðslunefnd vera þröngur stakkur sniðin, en klálega þá erum við alltaf á skrýtnum tímum. Fræðslumál eru einn þýðingamesti og jafnframt dýrasti málaflokkur sem sveitarfélagi annast. Fræðslumál eru í sífelldri þróun og okkur ber skylda að sinna þeim. Þröngur húsakostur og hert sultaról skilar okkur engu. Ég er raun dáist af starfsmönnum skólastofnana okkar. Það gerir það besta þar sem það hefur úr að moða. En til langs tíma þá örmagnast fólk. Við þurfum að bæta í þennan málaflokk frekar en að skera niður. Og ég tel að Múlaþing ætti að vera í fararbroddi hvað fræðslumál varðar, frekar að gefa í en draga úr. Við þurfum að styðja við starfsfólk, leik og grunnskóla og gera þeim kleift til að vaxa og styrkjast í sínu starfi. Framtíð sveitarfélagsins og landshlutans alls felst í því að við hlúum að mennta- og fræðslumálum. Öflugt leikskóla og grunnskólastarf er lykillinn að því að sveitarfélög vaxi og dafni. Börnin eru framtíðin okkar, við skulum hlúa að þeim. Takk. Takk fyrir þetta, Kristjana. Orðið laust. Ef enginn kveður þessu hljóðs, þá lít ég svo á að þessir dagskrárliðir, það er að segja frá 17 til 29, þeir séu afgreiddir og þá erum við komin að síðasta lið fundarins sem er skýrsla sveitarstjóra og ég gef Birni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundafólk, ég ætla bara að fá orðum að fara yfir það helsta sem á dagana hefur drifið síðan við hittum síðast og það sem framöndan er. En svo hefðbundi, ég byrja alltaf á aðgerðastjórninni sem kemur saman reglulega vegna skipuð vegna COVID-málana og ég hef komið framfæri áður að ég hef verið að skila okkur í rauninni ágætis, hún hefur bara verið að skila okkur starfi og það hefur verið árangur að þessu. Þetta er búin að vera nokkri fundir og fundur sem við héldum í gær var númer 171 í röðinni. Þannig að ég geri mér svona vonir það að það sé að skapast þannig aðstaða eða aðstæður að þessum fundum fara að fækka og við séum að koma út úr þessu en eins og ég sagt áður, þetta hefur bara verið þið besta starf. Við höfum hafa verið fundað í stjórn SVF Öst sem er okkar félag almenningssamgöngur og eins og þið þekkið. Þar við áttum ágætis fund með fulltrúum vegagerðarinnar og það er verið að skoða þar stöðu mála og stefnu varðandi útboðsmál og fleira. Það hafa síðan voru haldnir bæði stjórnar og aðalfundir í Vísindaggarðinum, aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi eða SSA og ársfundur Austurbrúar, hefðbundnir fundir með starfsmönnum og hafnarvörðum hafa verið haldir. Ef við horfum til svona atvinnumálana þá vorum við nú að afgreiða tillögur sem við verið að vinna að varðandi uppbygginguna eða stækkun á ferjuleirunni á Seyðisfirði og það höfum við komið að
þeirri vinnu hafnaverði niður frá og eins fulltrúar úr atvinnulífinu sem við höfum borið svona þessar hugmyndir undir og það er svona samhljómur hefur mér virst og eða ekkert virst, það er bara verið nokkuð skýrt, það er samhljómur það að það er mikilvægt að fara þessa leið. Það er hins vegar öllum ljóst að þetta skeður ekkert 1, 2 og 3 en það er mjög mikilvægt að það komi skilaboð frá sveitarfélaginu það hvaða stefnu við tökum varðandi þessi mál. Það er skipaður hópur og það er í gangi undirbúningur á útboði vegna útsýnissvæðisins á Bjólfi eða við Bjólf og ég vona að það fari svona í loftið trúlegast í næstu viku. Það verði kallað eftir tilboðum í það verkefni. Það er bara mjög spennandi verkefni. Við áttum fund með sveitarfélögum, fulltrúum sveitarfélaganna hér á Austurlandi og Norðurlandi varðandi flugáttirnar til Akureyrar og Egilsstaða og eins var landsþing sambandsins haldið daginn. Ef við horfum svona beint á rekstur sveitarfélagsins þá hef ég átt nokkra fundi með fulltrúum eða með húseigendum þeirra eigna sem að sveitarfélagið ákveða að kaupa upp og ég svona sjá fram á að við séum allavega að klára þá uppkaup á 5 af 6 eignum sem við höfum verið með í ferli. Það muni trúlega klárast núna strax eftir helgi sem er vel. Ég hef verið í samskipti líka við fulltrú ofanflóðasjóðs vegna þeirra mála og vegna þeirra áherslar sem við höfum verið að beina þangað varðandi mat eignana. Það hefur ekki komið neitt formlegt svar ennþá eða formlega afgreiðsla á því erindi sem við sendum inn. Það var kynningafundur varðandi varnirnar, snjóflóðavarnirnar undir Bjólfi sem var haldið niður á Seyðisfirði og ég held að flestir þeim sem að þann fund sátu geti verið sammála það að þessi útfærsla sem að þar var kynnt að mínu viti og ég held að flestir hafa verið sammála það að þetta er bara býsna flott útfærsla. Maður átti vona á að þetta liti kannski ver út því þetta er nú kannski ekkert auðvelt að fara að setja upp varnir alveg niður undir byggð en útfærslan eins og þarna var kynnt fannst mér vera bara ótrúlega velgerð. Við höfum verið að vinna fjárhagsáætlunar vinnunni og fjárhagsáætlunargerðinni. Ég reikna með að við náum að klára þá vinnu allavega varðandi ramman núna í mánuðinum þannig að byggðarráð geti tekið hann til afgreiðslu á júlífundi. Eins og hefur komið fram og eins og við höfum rætt þá erum við ekkert í neitt óskaplega léttri stöðu en ég hins vegar full á trú á því að við náum að stýra þessu í þann farveg að þær svona langtíma áætlanir okkar varðandi fjárfestingar og uppbyggingar muni standast. Það er svona stóra máli. Við höfum verið að fara yfir og erum með í undirbúningi samningagerð vegna ljósleiðara framkvæmda hér í Berufirðinum og ég gerum mig vonum að við klárum það á næstu vikum. Þannig að það verði farið í og náð að fara í þessa framkvæmd núna í ár. Og síðan höfum við einmitt verið að fara og við vorum með til endurskoðunar innkaupareglur Múlaþings. Við erum svona að raungera þær. Ef ég horfi svona til menningar og menntamálana þá höfum við verið að funda þessi hópur sem að kemur að háskólamálunum á Austurlandi. Þær horfur á því að það komist eða það verkefni komist á stað í haust
og ég gerir mig líka vonur það að við náum að komast á stað með þetta verkefni Múlaþings í samstagsverkefni við University of Highland and Islands. Þetta eru verkefni sem að mínu viti eru vel til þess fallin og munu í framtíðinni tala saman, munu ekki vera að vinna í sikur áttina. Ég vil minna á Íslandsmeistaramót í frjálsum fyrir aldurshópuna 11 til 14 ára. Ég veit að við tökum alltaf ekki þátt þar en það verður haldið á Egilsstöðum dagana 19. til 20. júní. Þannig að það bara til besta mál. Síðan bara ég sé það sko þetta eins og við sjáum öll, þetta 13. fundur þessara sveitarstjórnar, þetta eru nánast nákvæmlega 8 mánuðir síðan við komum saman til fyrsta fundar. Og eins og við lögðum þetta upp, þá sáum við fyrir okkur við myndum eyða þessum tíma meir og minna fram að næstu kosningum til sveitarstjórnar í að raungera þessar hugmyndir sem við unnum í aðdraganda samningar. Ýmislegt hefur flækst fyrir okkur í þessari vinnu en ég hef full á trú á að við náum að vinna þetta áfram. Þetta svona nokkur degi nákvæmlega 12 mánuðir sem við eigum eftir í að klára þetta og ég held að það hafi verið alveg raunsæið þegar við sáum það að þetta væri svona megin verkefnin. Það verður að raungera hugmyndirnar sem við lögum upp með og koma þeim í framkvæmd. Þannig að það verður áframhald, það verður sem sagt áfram okkar megin verkefni næstu mánuði og síðan erum við náttúrulega bara að sigla inn í sumarleyfi núna. Næsti fundur sveitarstjórnar 18. ágúst. En ég vil nota þetta tækifæri því að hér á þessum fundi með okkur situr starfsmaður sem hættur störfum, Stefán Bragason, sem starfað hefur á skrifstofu sveitarfélagsins, ekki kannski Múlaþings en eins þeirra sveitarfélaga sem að sameinaðist í Múlaþings í 39 ár. En heldur lengur starfaði náttúrulega hjá sveitarfélaginu, starfaði við kennslu áður en í 39 ár hefur þessi starfsmaður svona leitt aðra starfsmenn áfram. Og ég vil bara nota þetta tækifæri og færa honum mína bestu þakkir fyrir gott samstarf. Ég ætla svo að hitta hann með formlegum hætti og gera þetta svona léttara síðar trúlegast í mánuðinu. En ég vil bara að allir fyrir okkar hönd færa honum bestu þakkir fyrir gífurlega velunum stóra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Björn. Þá dagskrá fundarins tæmd og hér lýkur útsendingu.